Góðir fundarmenn, ég vil bjóða fyrir hönd Dalabyggðar, bjóða ykkur velkomin á þennan kynningafund breytingu á aðalskipulagi Dalabyggðar sem á vinnslustigi og breytingin snýst uppsetningu eða að breyta landbúnaðarsvæði í iðnaðarsvæði með virkjun á vindorku í huga. Og ég vil benda á að þessi fundur tekin upp og hún með líka streymt og upptakan verður aðgengileg á heimasíðu Dalabyggðar og YouTube rásinni sem að þar og svo náttúrulega bara í gegnum YouTube beint. Við höfum fengið Pál Brynjarsson sem framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi til að vera fundarstjóri á þessum fundi og ég ætla bara að gefa Páli orðið. Þakka þér fyrir, Kristján, og mín ánægjan að fá að taka þátt í þessum fundi hér í kvöld. Kristján búinn að kynna hvert efni fundarins, en ég ætla að fara örstutt yfir dagskrána og hún verður með þeim hætti að fyrstur tekur hér til máls Þórður Már Sigfússon sem skipulagsfulltrúi Dalabyggðar og reyndar fleiri sveitarfélaga hér á svæðinu í kring. Síðan mun Sólveig Olga Sigurðardóttir, starfsmaður hjá Eflu, fara yfir skipulagstillöguna. Þar á eftir tekur til máls Magnús Jóhannesson sem fulltrúi framkvæmdaaðila og síðan munum við opna fyrir umræður og fyrirspurnir og það þegar búið að bóka hér einn aðila sem mun ríða þar á vaðið og við kynnum það á eftir. En það sem sagt, það eru þessir þrír aðilar sem eru með framsögur og síðan eins og ég segi fjórði aðilinn sem hefur þegar komin á listan hjá okkur. Ég vil benda ykkur á það að annars vegar þá eru uppdrættir hér á veggjum og það eru greinargerðir á borðum sem þið getið kynnt ykkur. Það kaffi og meðlæti á borðinu þar sem Pálmi í Dalakoti stendur. Ég held að hann sjái líka þetta. Þannig hann var bara svona að pröfa hvort þetta væri ekki allt í lagi en þar sem sagt kaffi og vatn og meðlæti sem þið bara nýtið ykkur að því við gerum ekki fundarhlé eða sérstakt kaffihlé. Heldur bara gjöru svo vel þið gangi bara og sækið ykkur veitingar. En við vindum okkur þá í dagskrána. Hér eru örugglega margir sem vilja taka til máls og þannig að við skulum nýta tímann vel. Og við byrjum á því að það hann Þórður Már Sigfússon, skipulagsfulltrúi sem ætlar að byrja þessa dagskrá. Gjörðu svo vel, Þórður. Já, góðan daginn, Þórður heiti ég, skipulagsfulltrúi í Dalabyggð. Ég ætla fjalla almennt skipulagsferlið og aðkomu sveitarfélagsins að þessu máli. Áður en Efla tekur við að mér og ræðir vinnuna í kringum sjálft að sjá aðskipulagsbreytinguna. Þetta með skipulag, þetta náttúrulega tæki sem sveitarfélög hafa, sett á númer 2 fyrir mig, sem sveitarfélög hafa til að stuðla að jákvæðri íbúðaþróun og auka lífsgæði í sveitarfélögum. En það náttúrulega algjörlega ljóst að sveitarfélög þurfa náttúrulega og þeir sem með þetta tæki og þetta vald að nýta það náttúrulega til góðs. Það ekki gott að vera með að skipuleggja þannig séð að sé allt í rugli þannig séð. Þetta náttúrulega eina grunnstoð sveitarfélaga og náttúrulega eitthvað sem mótar sveitarfélagið, mótar byggðina, mótar umhverfið og mótar mannlífið og náttúrulega mótar framtíðarstefnu. Ef við tölum aðalskipulagsbreytingarnar og aðalskipulagi sem við talum núna, þá náttúrulega þetta formlega bindandi áætlun fyrirkomulag byggðar og mótun umhverfis og mikilvægt mál þegar við erum að ræða það að koma byggð fyrir, hvar á íbúðasvæði að vera og hvar iðnaðarsvæði að vera.
vissulega er orka oft tímalaus og oft umdeilt þegar á kannski fara að breyta landnotkun á flokka, taka talingu það að breyta kannski landbúnaðarsvæðum yfir iðnaðarsvæði. Og því það mjög mikilvægt að þessi vinna sé kynnt mjög vel og allt skipulagsferli sé mjög gagnsætt og allir sem koma að málunum fái að tjá sig þegar færi gefst. Þannig að samráð við almenning og hagsmunaaðila, sem náttúrulega samkvæmt íslenskum skipulagslögum þannig séð haft mjög hátt undir höfði, gert mjög hátt undir höfði fyrir hagsmunaaðila, að á flestum eða öllum stigum skipulagsferlisins þá getur almenningur og þeir sem hagsmuna að einhvern ákveðnum málum komið og tjá sig og komið athugasemdir. Við tölum bara þetta til þetta mál, þá tölum við skipulagslýsingu sem fór í kynningu síðastliðið vor. Hún fór í auglýsingu og þar gafst stofnunum, hagsmunaaðilum og almenningi kostur á að koma með athugasemdir sem var gert og þær athugasemdir og þær umsagnir voru svo teknar til skoðunar og teknar inn í þá vinnu sem fólst í því að gera aðskipulagsbreytingu. Sú breytingin núna í tilkynningar sem tillagavinnslustigi í framhaldinu, ef hún verður auglýst, þá mun auglýsingarferlið nú vara í 6 vikur og þá gefst aftur hagsmunaaðilum og stofnunum og einstaklingum og þannig séð kostur á að koma með athugasemdir. Ég tala hérna áningarstaði því að íslenska skipulagsferlið þannig að eins og ég myndist á áðan, á flestum stigum geta menn stoppa við ferli fyrir bið og það eru auglýsingafrestur hér og þar sem mjög mikilvægt. Ef við talum til dæmis erlendis frá þá gefast kannski fólki ekki jafn mikið kostur á að koma með þannig séð umsagnir og athugasemdir og því mjög mikilvægt að þeir sem eru í þessum málum að þeir nýti þetta og sérstaklega í umdeildum málum. Ég efa það ekki að þetta hérna er mjög umdeilt mál. Ef við fjöllum aðeins umhverfismatið, þá er náttúrulega þetta þannig sé framkvæmd sem fellur undir umhverfismat. Við tölum lög um mat umhverfisáhrif, þá tölum við framkvæmdir sem eru eða orkuvinnslu framkvæmdir sem eru yfir 10 megawatt þegar við að fara undir mat umhverfisáhrifum. Þetta er svona kerfisbundið mat og ferli þar sem framkvæmdin sjálf skoðuð og hver eru áhrif hennar á umhverfið, áhrif hennar á samfélagið, áhrif hennar á hið efnahagslega. Og allt þetta svo metið og svo þegar unnið út frá því þegar framkvæmdin fer í gang eða á að fara að framkvæma, þá er það tekið á metið. Það sem kemur út úr því umhverfismati. Og það umhverfismati núna í gangi. Við drögum til að matsáætlun og til að matsáætlun svo frummatsskýrslan væntanleg. Það sem hefur reyndar, sem svolítið erfitt í þessu öllu saman, það er að regluverki er ennþá í smíðum og það er vandasamt að oft að vinna í þannig umhverfi að þurfa að taka ákvarðanir, það verður kannski ekki með, þó þú sett með lögin með þér, það er náttúrulega lög matsskyldar framkvæmdir og allt svoleiðis, en samt að regluverki er satt ekki til staði fyrir eitt ákveðið, þá erum við að tala um vindorkuna og það er þannig sétt í staðar og það er núna verið að vinna úr því, meðal annars Skipulagsstofnun að vinna viðauka við gildandi landsskipulagsstefnu, þar sem verður mótuð stefna staðsetningarsvæða, hvar á að staðsetja svæði og hvar er hentugt að hafa svona svæði. Hver er fjarlægð frá þéttbýli og allt svoleiðis. Endurskoðun aðalskipulagsstaðlarinnar er nú í fullum gangi. Þar mun þetta verður vindorka skilgreind rækilega og stefna sveitarfélagsins í þessum málaflokki verður skilgreind. Og þar erum við í samvinnu við Verkís að ætlum að reyna að vinsa kannski út svæði sem telast kannski óhentug eða svæði sem telast hentug til þessarar starfsemi í framtíðinni. Og við tölum virkjunarkosti, þá náttúrulega Dalabyggð þannig séð, kannski vindorka sem höfðar kannski mest til sveitarfélagsins. En það er bara að vinna vel að þessum málum. Rammaáætlunin, það tengist þessu aðeins því að það hefur verið í fréttum undanfæri og bara undanfæri ár sú stefna að
vindorka eigi að vera inn í rammaáætlun og það umhverfisráðherra sagði bara fyrir stuttu síðan að vindorkan í rammaáætlun sem þýðir það að orkukostir yfir 10 megavöttum að þeir falli undir rammaáætlun. Reyndar er orðalagið þannig að tala alla orkukosti, það ekkert minnst af vindorku og því segja menn að þetta ekki við vindorku en það er samt talað að það sé allir orkukosti sem eiga að falla undir rammaáætlun. Og út frá því hefur sveitarfélagið unnið og var meðal annars til umræðu í sveitarstjórn á síðustu ári bara það sé rammaáætlun og tenging hennar við þessi verkefni. Þessi bara næsta. Ferlið hingað til. Náttúrulega það var leitað til sveitarfélagsins og það að svona starfsemi yrði sett á þessu svæði sem við erum að auglýsa í aðskilnaðarsbyggingu núna á Hrófneyjastæði. Sveitarstjórn tók ákvörðun að vinna ferlið og ákvað að samþykkja það að unnin í skipulagslýsing sem var unnin í fyrra. Við henni voru fjölmargar athugasemdir sem bárust. Þær voru teknar til skoðunar og til bókunar og afgreiðslu hjá skipulagsnefnd og sveitarstjórn sem síðan komum áfram til verkaaðila, það er að segja Eflu sem vann út frá þeim og var hafði það til hliðsjónar í skipulagsferlinu, í skipulagstillögu, það er að segja í skipulagstillögunni sem núna til kynningar. Eins og segi, umhverfis- og skipulagsnefnd satt svolítið á skipulagslýsingunni í nokkra mánuði þar sem það var óákveðni og óvissa og ég var á þessu fundum og ég get vottað það að það var umræða þessi mál. Síðan tók sveitarstjórn ákvörðun síðastliðið haust að það yrði unnið að þessari tillögu sem nú til kynningar. En þegar þessu er lokið, þessi kynning er lokið og sveitarstjórn ákveður að hún verði send áfram, það fer til skipulagsstofnunar, það er yfirferðar og að skipulagsstofnun sé gefur grænt ljós á það hvort að hún sé nógu góð til þess að fara til auglýsingar í 6 vikna. Þannig að það er næsta skrefið í þessu þegar skipulagsnefnd og sveitarstjórn er búið að taka þetta mál fyrir. Takk fyrir. Þá þökkum við Þórði Má fyrir hans kynningu og þá er komið að Sólveigu Olgu Sigurðardóttur, starfsmanni Eflu. Sólveig, gjörðu svo vel. Já, komið í sæl, Sólveig heiti ég og kem frá Eflu. Ég ætla að kynna hérna hvernig lagaumhverfið skipulagsmála tekur á þessu og svona hvert við erum komin í aðalskipulagsbreytingunni. Það er fyrirhugað að reisa vindorkuver í landi Hrófneyjastaða og þar er þessi einn stærsti þátturinn í því ferli er að breyta landnotkunarflokki úr landbúnaðarsvæði yfir í iðnaðarsvæði í aðalskipulagi. Með það fyrir augum að skilgreina iðnaðarsvæði undir framkvæmdina og á svo síðari stigum þá verður unnið deiliskipulag. Og þessi tillaga að breytingu á aðalskipulagi er hérna til umfjöllunar og kynningar í samræmi við skipulagslög. Það ber að kynna þetta á opnum fundum. Framkvæmdin er háð mat á umhverfisáhrifum og fyrr á þessu ári var tillaga að matsáætlun kynnt og í henni er lýst hvernig fyrirhugað er að standa að mati á umhverfisáhrifum. Í efnisyfirliti þetta er svona kannski það sem ég ætla að stikla á stóru í þessari kynningu. Ég ætla að fara yfir skipulagsstigin, hvað aðalskipulag almennt er og svo í sambandi við þetta tiltekna verkefni, hvernig það samræmist öðrum skipulagsáætlunum, ferlið á þessari breytingu, hver markmiðin eru og hvað felst í því. Og svo förum við yfir helstu kennistærðir og umhverfisskýrslu í lokin. Þarna sjáum við þessi skipulagsstig 4 og fyrst kemur þar landsskipulagsstefna
sem ríkið í raun og veru ábyrgt fyrir eða stendur fyrir. Það sem sagt samræmt stefna skipulagsmál á landsvísu sem ætlað að vera svona leiðbeinandi fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga og alla aðra skipulagsgerð landnotkun og byggðaþróun. Í landsskipulagi er mörkuð stefna 4 atriði sem skipulagsmál á miðhálendinu, skipulagsmál í dreifbýli, eða skipulag í dreifbýli, búsetumynstur og dreifingu byggðar og skipulag á haf- og strandsvæðum. Og í landsskipulagsstefnu felst að skipulag landnotkunar stuðli að heilnæmu umhverfi og verndun og varðveislu sérstæðrar náttúru, menningar og sögu, að skipulag landnotkunar stuðli að möguleikum og fjölbreyttri og hagkvæmri nýtingu landbúnaðarlands í sátt við umhverfið og að skipulag gefur kost á að nýta orkulindir í dreifbýli með sjálfbærni og umhverfisvernd að leiðarljósi. Svo förum við þarna í næsta fyrir neðan og þar erum við komin inn á ábyrgð sveitarfélaganna og þar er svæðisskipulag og í gildi er svæðisskipulag fyrir Dalabyggð, Reykhólahreppi og Strandabyggð og þar er sett fram framtíðarsýn fyrir þessi sveitarfélög sem lýsir þeim árangri sem þau vilja hafa náð fyrir árið 2030 og sett fram leiðarljós það hvernig þau ætli sér að vinna að þeim markmiðum sem sett eru þar. Og markmið sveitarfélaganna þriggja í svæðisskipulaginu til sóknar snúa að landbúnaði, sjávarnytjum og ferðaþjónustu. Og þar á eftir kemur aðalskipulag og í gildi er aðalskipulag Dalabyggðar 2004-16 og þar er sett fram stefna og ákvarðanir sveitarstjórnar framtíðarnotkun lands og fyrirkomulag byggðar svona almennt og þar er forsendum lýst og eftir atvikum hvernig staðið verður að framkvæmd þeirra skipulagsákvarðana sem teknar eru, en við tölum nánar aðalskipulag á næstu glærum. Nákvæmast og síðast í skipulagsferlinu svo deiliskipulag sem nær til einstakra svæða innan sveitarfélags eru nánari ákvæði notkun og nýtingu svæða og einstakra svæða og lóða, gerð og útlit byggðar og umhverfis, áfangaskipting, verndun og fleira. Og deiliskipulag er grundvöllur fyrir framkvæmda og byggingarleyfi. Þá líka að tryggja réttaröryggi og gæði umhverfis í þéttbýli og dreifbýli. Og allar þessar áætlanir þurfa að vera í innbyrðis samræmi. Og þegar unnið er að aðalskipulagi þá nær það til alls lands sveitarfélagsins og er gert fyrir eitt sveitarfélag í einu. Þar er mótuð þessi stefna sem ég kom fyrr inn á landnotkun og byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu og þjónustukerfi og umhverfismál. Og því er ætlað að vera virkt stjórntæki sem nýtist beint við ákvarðanatöku og við gerð annarra áætlana sem snerta ráðstöfun lands á einn eða annan hátt. Þórður kom aðeins inn á það áðan að þetta á að vera virkt stjórntæki sem þýðir það að fólki gefst kostur á að koma inn með athugasemdir á mjög mörgum stigum í breytingaferlinu. Stefnumörkun aðalskipulags miðast við að lágmarki 12 ár en eftir kosningar þá þarf hver sveitarstjórn meta hvort það sé ástæða til endurskoðunar. En breytingar á aðalskipulagi á gildistíma eru mjög algengar og svona veigamiklar breytingar eins og þessi til dæmis þær fá sömu málsmeðferð og eins og nýtt aðalskipulag. Það má kannski taka saman og til einföldunar að landnotkun snúist hvar á að byggja hvað, byggðaþróun hvar á að byggja næst, byggðamynstur hvernig á að byggja og samgöngu þjónustukerfum hvar götur og veitur skuli liggja og svo umhverfismálum hvernig umgangast skuli umhverfi og náttúru. Þessir þættir skiptast síðan í marga undirþætti sem tengjast innbyrðis á margan hátt. Já, eins og ég kom inn á það, þá þarf þetta að vera í innbyrðis samræmi, allar áætlanirnar. Og ef við byrjum fyrst á landsskipulagsstefnunni til þess að gæta að því hvort að við höfum tekið tillit til þessara áætlana í þessu tiltekna verkefni, þá er landsskipulagsstefnu ætlað að tryggja heildarhagsmuni og við gerð skipulagsáætlana sveitarfélaga
og skilvirka áætlanagerð leið og stuðla að sjálfbærri þróun. Þá á landsskipulagsstefna að stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga nýtingu lands. Og niðurstaðan er sú að aðalskipulagsbreyting þessi í samræmi við landsskipulagsstefnu út frá því og sjálfbær orkuauðlind verður virkjuð og verður tekið tillit til umhverfis og náttúru við staðarval vindmyllanna og annarra framkvæmda sem tengjast því. Og við gerð þessarar aðalskipulagsbreytingar er því horft til landsskipulagsstefnu og aðgætt hvernig breytingin samræmist henni. Og nú horfum við næst. Í svæðisskipulaginu sett fram þessi sameiginlega framtíðarsýn sveitarfélaganna og þróun landbúnaðar, sjávarútvegs og ferðaþjónustu í þeim tilgangi að styrkja atvinnulíf og byggð. Og aðalskipulagsbreytingin í samræmi við svæðisskipulagið þar sem hún stuðlar að nýtingu auðlinda sem eflir atvinnulíf, bæði á framkvæmdatíma og við viðhald og eftirlit, styrkir byggð án þess að skerða möguleika til landbúnaðar. Og mögulega verður unnt að nýta raforkuna í heimabyggð sem eflir þá atvinnulíf enn frekar. Viðkvæmum svæðum verður hlíft eins og kostur er. Já, í gildi er þetta aðalskipulag sveitarfélagsins fyrir 2004 til 2016 sem verið að vinna núna að heildarskoðun á. Og þar er jörðin Hróðnýjarstaði skilgreind sem landbúnaðarland. Þar er rekið sauðfjárbú og það liggur Glerárskógalína framkvæmdasvæðið. Skilgreining á iðnaðarsvæði er að það er gert ráð fyrir umfangsmikilli iðnaðarstarfsemi eða starfsemi sem talin geta haft mengun í för með sér, til dæmis verksmiðjur, virkjanir, tengivirki, veitustöðvar og móttökusvæði fyrir úrgang. Þarna er listi í raun og veru yfir ferli aðalskipulagsbreytingarinnar og sem sýnir það líka hvar við erum stödd núna. Við erum komin í áfanga 2. Í fyrsta áfanga sem byrjaði í júní í fyrra var auglýst skipulagslýsing sem var síðan samþykkt í skipulagsnefnd og sveitarstjórn, kynnt fyrir íbúum og ásamt því að hafa samráð við hagsmunaaðila. Og núna það er búið að gera fyrstu drög skipulagshugmynda, búið að vinna umhverfisskýrslu og tillöguna og við erum núna stödd þarna sem örin er að kynna drög að skipulagsbreytingu. Og eftir eru þá áfangarnir þar sem að tillagan er samþykkt og auglýst með 6 vikna auglýsingatíma og þá á Skipulagsstofnun eftir að fara yfir og eins og Þórður kom inn á. Þannig að það er alls konar yfirferð eftir. 4. áfangi er síðan afgreiðslan og gildistakan sem er áætlað að verði seint á þessu ári. Það má segja að dökku fletirnir sem eru sýndir, þessar dökku súlur, er það sem að almenningi gefst kostur á að koma að skipulagsgerðinni með athugasemdum, en þessir bleiku eða ljósari eru það sem að hið opinbera er að vinna að henni, ýmist sveitarfélagið eða Skipulagsstofnun eða aðrar stofnanir. Skipta. Já, meginmarkmið með þessari aðalskipulagsbreytingu er náttúrulega að staðsetja nýtt iðnaðarsvæði í landi Hróðnýjarstaða og gera grein fyrir tengingum þess við nauðsynleg veitukerfi, til dæmis vegi og veitur og aðalega háspennulínur. Þannig hefur verið að setja ramma utan um framkvæmdina og tryggja að hún hafi sem minnst umhverfisáhrif. Svo eru settir fram í deiliskipulagi eru settir fram miklu nákvæmari skipulagsskilmálar útfærslu á tillögunni. Til dæmis gæti það verið hvernig við ætlum með ýtrustu varfærni að koma að náttúruvernd á svæðinu. En annað stórt markmið með þessari tillögu er líka að renna styrkari stoðum undir byggð á svæðinu með því að fjölga atvinnutækifærum í sveitarfélaginu. Það var næstu. Þarna sjáum við svæðið inn á sveitarfélagsuppdrættinu. Þessi gráuflötur, hann fær merkið I8
og þetta svæði er afmarkað út frá mögulegri staðsetningu vindmyllanna. Iðnaðarsvæðið er þarna 419 hektarar og svæðið verða lagðir vegir og jarðstrengir meðfram þeim sem nánar verða útfærðir í deiliskipulagi. Og eins og áður sagði verður viðkvæmum svæðum hlíft eins og kostur er og landið nýtt áfram til landbúnaðar eins og verið hefur. Og það er ekkert gert ráð fyrir að raska ræktuðu landi og undirstrika það að þó að iðnaðarsvæðið sé skilgreint yfir 400 hektara þá verður aðeins litlum hluta raskað og stærsti hluti verður óbreyttur þótt að það sé skilgreint sem iðnaðarsvæði. Og vegir svæðið munu hugsanlega auðvelda smölun og eftirlit með búpeningi en framkvæmd aðili mun nánar útskýra útfærsluna hér á eftir og síðar í deiliskipulagi. Og fara á næstu. Og helstu stærðir í sambandi við þessa breytingu eru þær að framleiðslugetan verður alltaf 130 megawatt, vindmyllurnar alltaf 40 talsins og hámarkshæð upp í miðju hverfils er 150 metrar og líklegt að heildarhæð með spaða í hæstu stöðu eru áætluð 180 til 200 metrar. En það fer eftir því hvaða gerð verður fyrir valinu. Iðnaðarsvæðið verður skilgreint þessir 419 hektarar en það má ætla að 10% þess verði fyrir einhvers konar raski eða beinum áhrifum af framkvæmdunum fyrir utan ásýndaráhrif. Og ástæðan fyrir því að svona stórt svæði skilgreint er að það er ekki búið að staðsetja vindmyllurnar nákvæmlega þar sem öllum rannsóknum sem þarf að gera á svæðinu er ekki lokið. Þess vegna þarf þetta auka rými til að geta valið besta stað fyrir vindmyllurnar með tilliti til náttúrufars án þess að þurfa að breyta aðalskipulaginu aftur seinna. Það er áætlað að 14 kílómetra af vegum séu lagðir að og á milli vindmyllanna en á aðalskipulagsbreytingunni er aðeins sýnd vegtenging að iðnaðarsvæðinu en ekki innan þess því sú útfærsla kemur fram seinna. Að lokum ætla aðeins að fara yfir þá þætti sem eru metnir til þess að vinna umhverfisskýrslu sem er skylda að gera þegar við gerum aðalskipulagsbreytingar og þessi umhverfisskýrsla er í raun og veru mat á umhverfisáhrifum áætlunar, ekki mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar sem er oft ruglað saman við og er algjörlega sitt hvor hluturinn. Þegar við vinnum mat á umhverfisáhrifum áætlunar eins og þetta þá erum við að nota þau gögn sem fyrir liggja nú þegar í upphafi í raun og veru verkefnisins og það er ekki búið að fara fram neinar nákvæmar rannsóknir á svæðinu. Hins vegar er þetta gert til þess að gefa okkur vísbendingu hvað þarf að rannsaka betur, meira og djúpt og þess háttar. Og það verður unnið í lokaskýrslunni, umhverfismatsskýrslunni. En þessi þættir þetta er ekki okkar val að pikka þessa þætti út, þetta eru þættir sem okkur ber að meta. Og við förum yfir þessa hluta. Hver niðurstaðan þá eru jarðmyndanir, áhrif á jarðmyndanir eru metin óveruleg þar sem að það eru engar jarðmyndanir þetta sem njóta verndar og þar af leiðandi þurfum við engar mótvægisaðgerðir þar. Áhrif á dýralíf og gróður eru metin neikvæð. Náttúrufræðistofnun hefur gert tillögu að hluti svæðisins verða náttúruminjaskrá vegna verndar himbrima og álfta og svo er alltaf áflugshætta fugla á spaðana eftir að byggingu er lokið. Og svo er samkvæmt vistgerðarkortlagningu Náttúrufræðistofnunar talsverður hluti jarðarinnar votlendi sem nýtur verndar í samræmi við lög náttúruvernd. Og mögulegar mótvægisaðgerðir þarna væru að staðsetja mannvirki þannig fyrir augum að það sé tekið mið af votlendinu og leitast við að raska því sem minnst. Og svæði með hátt verndargildi vegna vistgerða og mikilvæg búsvæði fugla skal hlíft eftir því sem kostur er
en nota frekar svæði sem nú þegar eru röskuð eða svæði sem eru með lágt verndargildi. Svo þáttur að endurnýta svarlag og endurheimta votlendi. Það getur líka hjálpað. Ásýnd og landslag, þar eru áhrifin neikvæð, einhver vegna þess að sjónræn áhrif gagnvart aðliggjandi byggð eru mikil vegna þess að þetta eru há mannvirki og stór, en aðal áhrifin eru á framkvæmdatímanum vegna uppsetningar og byggingarvinnu og þá skal gæta að umgengni og frágangi. Og svo erum við ljós. Í einhverjum tilfellum þarf að setja ljós á vindmyllurnar og ef það er nauðsynlegt þá þarf að koma þeim þannig fyrir að þau valda sem minnstu raski á jörðuniðri og séu bæði eins fá og dauf og reglugerðir heimila. Og þetta kort sem við sjáum þarna sýnir sýnileikann. Það er verið að búa að kortleggja mögulegan sýnileika vindmyllana. Svona kort getur til dæmis verið liður í því að hjálpa til við að staðsetja vindmyllurnar, en við þurfum náttúrulega að horfa á alla þættina, ekki bara sjónrænu áhrifin. Áhrif á landnotkun eru metin óveruleg vegna þess að landið verður áfram nýtt til landbúnaðar eins og verið hefur, til dæmis fyrir beit, en skerðist náttúrulega einhverju leyti vegna uppbyggingar. Og nýtingarmöguleikar aðliggjandi jarða verða ekki skertir með þessari framkvæmd. Áhrif á samfélag eru metin jákvæð vegna þess að hún hefur góð áhrif á atvinnulíf og efnahag á svæðinu og sérstaklega á framkvæmdatíma. Hún er atvinnuskapandi, hún hefur afleitt störf og skilar tekjum til sveitarfélagsins og stuðlar að umhverfisvænni raforkuframleiðslu og ýtir undir mögulega orkuskipti í samgöngum. Og þar þarf engar mótvægisaðgerðir. Hún hefur óveruleg áhrif á menningarminjar því það er búið að gera fornleifaskráningu fyrir hrónýjarstaði og áhrifin þar eru því þekkt og fornminjum verður ekki raskað nema með leyfi Minjastofnunar. Áhrif á heilsu og öryggi einnig talin óveruleg með þessari uppbyggingu. Landið verður áfram nýtt til landbúnaðar ásamt grænni raforkuframleiðslu og áhrif á hljóðvest eru talin óveruleg vegna staðsetningar. En verði svo einhver þörf á mótvægisaðgerðum yfir höfuð, þá verður það útfært miklu nánar í mati umhverfisáhrifum skýrslunni sjálfri og í deiliskipulagi. Svo í framhaldi núna verður það framkvæmdin sjálf kynnt betur. Ég hef þá lokið mér á í bili. Takk fyrir. Takk fyrir Sólveig og þá tekur næstu til máls Magnús Jóhannesson og hann er fulltrúi framkvæmdaaðila. Gjörðu svo vel, Magnús. Fundarstjóri, góðu fundarmenn. Ég heiti Magnús Jóhannesson, ég er framkvæmdastjóri í Stormorku. Ég ætla aðeins að hendast í gegnum þessa kynningu sem ég tók þetta saman. Þið hafið mörg hver séð þessa kynningu áður, en það hefur verið flutt í þessum sal áður. Hún er bara aðeins tæpir á verkefninu í svona grófum dráttum og útskýrir aðeins hvað við erum að hugsa. Ef við byrjum bara aðeins á félaginu sjálfu, þá var Stormorka stofnað 2015. Félagið er í 100% eigu okkar bræðra, Sigurður bróðir minn situr hérna á Fröstabekk. Og er það eitt af fáum fyrirtækjum í þessum iðnaði sem er í eigu íslenskra einstaklinga. Við munum og ætlum að stefna það að virkja með umhverfisvænum aðferðum og Vindorka hefur verið talin og er ennþá talin hvað sú umhverfisvænsta af öllum mögulegum. Það er næstu glæru bara. Þá ætlum ég aðeins að lýsa verkefninu, því hefur svo sem verið lýst hérna rétt áðan í yfirferðarafli og þetta liggur svo sem allt fyrir. En í grófum dráttum þá erum við að tala að verkefnið verði staðsett þarna á Hróðnýjarstöðum hér í Dalabyggð.
Og þegar við fórum í að velja þetta land þá þurftum við að skoða það út frá ýmsum þáttum, ekki bara vindi heldur ýmsum öðrum atriðum eins og þarna koma fram landstærðar, flutningsgetu, háspennulínu, vatnsverndar og fleiri atriða sem við tókum inn í og mörg af þessum atriðum útiloka svæði á landinu. Þannig og niðurstaðan okkar var að lenda hér á Hróðnýjarstöðum. Næsta. Þetta svo sem búið að koma fram, við stefnum á 100–130 MW virkjun og hún mun skila 400–600 GWh á ári. Það næsta gleraugu. Og í hvað fer orkan? Með henni hægt vegna þess að vindorka getur komið og vinnur mjög vel með vatnsafli á Íslandi sem meginþorri orkuöflunar Íslendinga. Vegna þess að með því að nýta vindorkuna hægt að spara uppistöðulón sem við getum síðan nýtt seinna. Það hefur verið rætt orkuskipti í samgöngum og síðan náttúrulega fólksfjölgun á landinu og uppbygging starfa sem krefst meiri orku. Þetta verkefni mun tengjast inn á Glerárskógalínu 1 sem þverar landið og fer það inn í tengivirkið annars sem á línuna milli Hrútatungu og Glerárskógavirkis, tengivirkis sem sést hér. Þetta svæðið sem við erum að tala að fara inn á og þetta kannski allt kunnulegt. Aðeins tæknilegar upplýsingar. Þetta eru upphaflega áætlanir og nákvæmari áætlanir eru í aðskipulagslýsingunni, þannig að ég ætla ekki að eyða tíma í þetta núna. Það eru betri upplýsingar þar í því skjali. Og aftur sama hér, þetta nú bara til þess að sýna grófa staðsetningu á verkefninu í hlutfalli við fyrsta lagi Búðardal, síðan háspennulínuna og Glerárskóga tengivirkið. Þetta ekki nákvæmt yfirlit yfir stærð verkefnisins en það kom hérna fram á hann, verkefnissvæðið kom fram á hann. Aðeins síðan bara af hverju orkuframleiðsla. Ég ætla að reyna að hendast bara svona eins hratt og ég mögulega geti gegnum þetta. Að sjálfsögðu það bara þannig að allt sem við gerum þar orku. Við erum öll með farsímann okkar og núna rafmagnsbílana og við viljum fá raforku. Í dag erum við að flytja inn töluvert af orku hlutfalli þjóðarinnar frá Austurlandi og fjær. Og það að sjálfsögðu í formi bensín og dísilolíu og það gríðarlegt tækifæri fyrir Íslendinga að hætta þessum innflutningi og það þjóðhagslega hagkvæmt að gera það. Það sparar mikinn gjaldeyri ef við förum og skiptum yfir í innlenda orkugjafa eins og raforku. Við þurfum líka að hugsa hvað ef flutningsleiðir lokast frá Miðausturlöndum, hvar erum við þá stödd? Ísland búið að fara í gegnum einu orkuskipti í húshitun þegar við skiptum yfir í jarðvarma úr olíukyndingu og þau ykkur sem muna það vita hversu mikið gæfuspor það var fyrir þjóðina. Og orkuskipti í samgöngum og síðan fjölgun landsmanna. Hvers konar orku viljum við? Ég ætla ekki að eyða tíma í þetta. Það í raun og veru, eins og ég sagði áðan, vindorkan umhverfisvænasta orkan sem við völ á í dag. Og ég ætla að hoppa yfir þennan líka. Og ef við förum að skoða síðan í þessu samhengi hvar á vindorkan að vera, þá eru mörg atriði sem að þar koma inn í. Hagstæðir vindar, það að segja næg orka, nálægði flutningskerfið, fjarlægð frá mannabústöðum, fjarlægð frá ferðamannastöðum, utan alfaraleiðar,
þetta mikilvæga fuglasvæða og svo framvegis og framvegis. Eins og þið sjáum að þá eru í sjálfu sér mörg atriði sem að þarf að koma inn í þessa skoðun og við, eins og ég sagði áðan, við tókum tillit til þessa þegar við völdum þennan stað. Umhverfisáhrifin, þau að búið að ræða þau í skýrslunni frá Eflu, en ég ætla bara aðeins að tæpa á þessu. Það eru ásýnd, hljóðvirkt samfélag, fornleifar, menning og svo framvegis. Við erum nú þegar búnir að rannsaka töluvert af þessu. Því er ekki öllu lokið, en það er umhverfis matið, liggur það ekki fyrir og það fær kynningu þegar að því er lokið. Það er næstu. Ferlið, ég ætla að hoppa yfir þessa glærur því að Efla er búin að fara yfir þetta ferlið mjög vel, þannig að við þurfum ekki að vera eitthvað tíma í það, áfram bara, áfram. Það kom hérna fram í kynningunni hjá Sólheima hérna áðan, það gilti ekki reglur og lög vindorku, en það er alls kostar ekki rétt og hér eru bara nokkur. Við þurfum þetta virkjunarleyfi, framkvæmdarleyfi, byggingarleyfi, áfram. Starfsleyfi, heilbrigðiseftirlits, þetta á nú ekki að vera Suðurlands, heldur á að vera Vesturlands og Minjastofnunar, flugmálastjórn og svo framvegis og framvegis. Þannig að það er mörg leyfi sem við þurfum að sækja og þau gilda ýmsar reglur. Og ég ætla bara að benda á líka eitt í þessu samhengi að það er sko við sem framkvæmdaraðilar, við erum að fylgja lögum þegar kemur að skipulagi. Við eigum þessa jörð þarna upp á Hróðnýjarstöðum, við erum stundað það sauðfjárbúskap og í dag er landið landbúnaðarsvæði. Það hugnast okkur mjög vel að hafa það skilgreint sem slíkt, en við erum hins vegar neyddir til að breyta skilgreiningu á landinu, samkvæmt lögum. Þannig að við erum vissulega að fara eftir þeim lögum og þegar við förum fram á þessa aðalskipulagsbreytingu, en náttúrulega hún hugnast okkur ekki endilega vel. Það er okkur algjörlega meinalausu að þetta væri ennþá landbúnaðarsvæði skilgreint. Hljóðvistin, það var aðeins komið inn á það hérna í morgun. Við erum að vitna hér í sérfræðing erlendan sem að tala 2 km fjarlægð og þessar vindmyllur sem við það setjum á Hróðnýjarstöðum verður aldrei minna en 2–3 km frá næstu mannabústöðum, fáum síðan næstu glæru. Við erum að áætla þessar fjarlægðir frá staðsetningu þessara vindmylla. Þess að sjáum við að þá kannski vandar hann inn og það eru Hróðnýjarstaðir sjálfur sem eru aðeins innan þessara marka, en aðrir eru fyrir utan þessa 2 km skilgreiningu. Já, hér er bara hvaða reglur gilda í heiminum þessar fjarlægðir. Ég ætla svo sem ekki að eyða tíma í það er þarna. Og reglugerðin hávaða síðan. Það er miðast við umhverfismörk fyrir hávaða frá iðnaðar- og athafnasvæðum eru 70 desibel. Samkvæmt lögum sem við munum að sjálfsögðu fara eftir. Og þarna vitnum við í Búrfellslund sem er nú þegar búin að fara í gegnum þetta mat, þetta umhverfismat og hvergi yfir 60 desibel og síðan ef við tökum þessa mynd sem að félagar okkar voru með hér í áðan fyrir dag og við höfum svo sem sýnt hér áður að einhverjum 400 metrum frá vindmyllum og þá er þetta komin niður í 40 desibel sem er svona cirka eins og ískapurinn heima hjá fólki. Það er hljóðið. Næsta bara. Ásýndin, förum aðeins í gegnum það. Upplifun fólks og viðbrögð gagnvart vindmyllum eru náttúrulega mismunandi. Það sem einum finnst fallegt finnst öðrum ljótt og það er bara svolítið persónulegt mat fólks. Þannig að það getur verið vandasamt að meta vægi sjónrænna áhrifa af slíkum mannvirkjum. Fólki getur fundist ein bygging ljót eða önnur falleg eða jafnvel manneskjur. Þannig að spurningin hvar drögum við línuna sko. Þetta er bara, þetta gæti litið út með þessum hætti.
þetta verkefni ef að þetta verður gert með þessum hætti, en enn og aftur við erum ekki búin að staðsetja vindmyllur endanlega. Þetta bara áfram fyrir við gerum þetta. Áhrif á ferðaþjónustu, næsta. Erlendi ferðamenn sem hingað koma eru margir hverjir vanir þessu, hafa séð þetta í sínu heimalandi eða þekkja þetta mjög vel og mun betur heldur en margur Íslendingurinn. Og í þessari könnun sem var gerð fyrir Búrfellslund þá eru bæði íbúar og ferðaþjónustuaðilar almennt jákvæðir í garð vindorku. Áfram. Og sama könnun hérna ferðaþjónustuaðilar telja ólíklegt að Búrfellslundur komi til með að hafa afgerandi áhrif á ferðaleiðir þeirra ferðaþjónustufyrirtæki sem nýta þetta svæði í dag. Þannig að samkvæmt þessum könnunum eru áhrifin ekki stórkostleg. Og erlendar rannsóknir sýna með markvissu uppbyggingu afþreyingarþjónustu fyrir ferðamenn samhliða uppbyggingu vindhlutar má jafnvel auka aðdráttarafl virkjunarsvæðis. Og ég vísa sjálfsögðu þar í okkar frægasta dæmi sem við Íslendingar eigum, það Bláa lónið, sem ég þekki mjög vel. Ég er fæddur og uppalinn í Keflavík og var að vinna sem ráðgjafi hjá Hitaveitu Suðurnesja fyrir mörgum árum síðan. Og þekki það kannski að Bláa lónið var til þegar að Hitaveitan fór að dæla niður vatni sem þeir voru ekki að nota lengur. Og úr því varð Bláa lónið sem er í dag vinsælasti ferðamannastaður á Íslandi. Það eru síðan dæmi þá úti í heimi að markviss uppbygging ferðaþjónustu samhliða vindorkugarðs, það eru hjóla- og göngustígar, reiðhjólaleiga og ýmislegt annað sem að menn er að búa til. Þannig að það er í raun og veru hægt að snúa þessu upp í jákvætt í staðinn fyrir neikvætt. Þannig að Bláa lónið sem ég talaði áðan á þessum tíma ég sendi þessar upp, þá voru 500 störf, síðast ég vissi þá voru störfin komin upp í 900, fyrir þetta náttúrulega þegar fólki var sagt upp núna í COVID, þannig að þessi stað er að breytast mjög hratt. Við höldum áfram bara. Landnýtingin, það hefur komið hérna fram bæði hjá Eflu og síðan hér fyrr í dag að landnýtingin, raunverulega landnýting undir hverju eina vindmyllu þegar það er samantekið að þá er þetta alls ekki 400 hektarar eins og breytingin verður heldur mun minna. Vegir hins vegar, það þarf að sjálfsögðu nýtingu land undir vegina. Það er kannski, þetta samanlagt gerir nokkra hektara af þessum 400. Næsta. Áhrif á fasteignaverð, erlendar rannsóknir hafa sýnt að þau eru annaðhvort minniháttar, allavega eru þau ekki þau neikvæðu áhrif sem hafa haldið fram. Hér er einn rannsókn sem að vitnað er í, það sem að 122.000 eignir voru skoðaðar. Og þið sjáið þarna neðst er operating turbines sem eru svona áhrifin eru minniháttar en þannig mestu áhrifin af landfyllingum í þessari rannsókn. Opinbera yfir þetta. Samfélagslega áhrif, rök fyrir verkefninu. Við erum að tala þarna orkuskipti samgöngum, töp í kerfinu vegna hnignun jarðhitageyma jarðvarmavera sem kannski ekki mjög mikið talað og þá síðan er útblástur frá vindorku lítið sem engin og enn og aftur eins og ég nefndi áðan að vindorkan býður upp á möguleika að spara vatnsforða vatnsaflsvirkjana. Og síðan eru þessi áhrif af vindorkunni, þau eru fullkomlega afturkræf.
Ávinningurinn, þetta verkefni hér mun skila einhverjum 100 milljóna til samfélagsins í beinum skatttekjum á líftíma verkefnisins um 20 ár. Beinum störfum við bygginguna og síðan afleiddum störfum, bæði gistingu og kaupa mat og svo framvegis, og mögulegu vegaumbótum sem þar á við. Síðan bara tímasetningur á eftir skref. Þegar að þessari aðalskipulagsbreytingu lokið, við munum væntanlega fara fram á deiliskipulag varðandi verkefnið, þar sem að við förum þá að staðsetja hluti betur. Umhverfisáhrifin, umhverfisskýrslan verður vonandi tilbúin fljótlega líka og kynnt fyrir almenningi. Og já, og síðan þetta þannig að það gæti raforkuafhending gæti hafist þarna 2022. Ég ekki með meina, þetta var svona auka, þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir. Við þakkum Magnúsi fyrir hans kynningu og þá í raun og veru framsögum lokið og komið að því að við opnum fyrir fyrirspurnir og umræður. Og ég nefndi það áðan í upphafi að það hefði einn aðili þegar kvatt sér ljós og það hann Sigurður Sigurbjörnsson. Þannig að ég ætlaði að byrja á því að gefa honum orðið og ég veit ekki annað en hann sé með stutta kynningu sem hann ætlaði að varpa hérna upp á skjáin. Sigurður, gjörðu svo vel. Það bara ekki smá þetta. Góðan daginn, eða kvöldið. Fyrir það sem ekki þekkja mig, þá heiti ég Sigurður og er frá Víghaldsstöðum. Næsta bæ við þessi fyrirhuguðu ósköp sem við erum að ræða hér. Mér langar áður en ég byrja, þá langar mig að spila fyrir ykkur myndband og eftir það þá ætla ég að taka til máls. Hljóðið skiptir öllum máli, það er svo dramatist.
Er einhver hérna inni sem að átta sig núna á því hvað við erum að tala um? Sumarið er þing í góðu sambandi allt land. Þannig að hérna, þetta kannski gefur ykkur einhverja myndaði hvað við erum að tala um í alvörunni. Erum við bara hérna í dag að tala um að opna svona vindmyllu lund? Finnst ykkur þetta að vera trjárækt eða? Og sko, að Efla skuli skrifa þetta inn í sína skýrslu að þetta sé einhver lundur. Hvaða rugl er þetta? Talsmaður vindorkuvers á Hraunsstöðum, hann hefur talað hér í dag og aðrir sem komu hérna fyrir í dag klukkan 3, hvað hann finnst gaman að vera hérna og ræða þessu mál enn og aftur. Ég get bara enga veginn tekið undir það. Ég hef ekkert gaman að vera hérna. Og þurfti að taka mig frí í vinnu enn og aftur út af þessum forvarleika. En ég ætla að fara aðeins yfir þetta mál. 1. ágúst 2017, þá að mínu viti var svartur dagur í sögu Dalanna, en þann dag þá keypti fyrirtækið Stormorka jörðina á Hraunnesstæði. Með það að markmiði að breyta stærstur hluta jarðarinnar í iðnaðarsvæði. Fyrirtækið fékk þáverandi sveitarstjóra Dalabyggðar, Svein Pálsson, og sveitarstjórn á sitt band og fékk þá til að undirrita fáheyrt plagg sem var kallað samstarfs- og viljayfirlýsing á hálfu sveitarfélagsins í aðstoða fyrirtækið í áformum sínum að koma upp orkuveri. Þetta plagg reyndist þeim mjög dýrmætt vopn í höndunum, að hafa í höndunum, út af áformum sínum næstu mánuði. Við rákum síðan augun í það, fjölskyldan, í auglýsingu frá Dalabyggð breytingu á aðalskipulagi varðandi orkuver á Hraunesstöðum. Og það var gefinn frestur yfir aðventuna eða til 5. janúar 2018 til að koma framfæri athugasemdum. Og fólk hefur náttúrulega ekkert annað að gera á þessum tíma en að hugsa þessa hluti. En við óskum frest sem við fengum. Málinu og tímalínu þess hefur síðan verið gerð skil á vefsíðun okkar, hagsmunir.is. Líkt og flest fólk er vant og venja þegar keyptar eru jarðir að hús og nýir eigendur taka við, þá gera þeir vart við sig, kynna sig, gagnvart næstu nágrönnum. Það var eitthvað nýtt upp á teikninu þarna. Það bárust fréttir af nýjum kaupanda, en ekkert sást fréttist af þessum kaupendum hjá okkur. En það hefði einhverju keypt á Hraunnesstæði, en við heyrðum ekki múk. Í áratugi hefur verið einstakur samgangur og samband á milli þessara bæja, en nú var allt í einu komin einhver óþægileg þögn. Það var eitthvað óveður í aðsigi. Nú þann 5. janúar 2018, eða sama dag, og frestur var gefinn til að koma framfæri athugasemdum út af breytingum aðalskipulagi, þá rann bíll í hlað á Vigfússtöðum. Þarna voru komnir forsvarsmenn Stormorku, en þeir höfðu frétt þann sama dag á skrifstofu Dalabyggðar að næstu nágrannar hefðu eitthvað út af það að setja sem þeir höfðu fyrir stafni. Og ég spyr, finnst þið hvað skrítið? En fyrir mér, þarna þennan dag, þá opinberuðu forsvarsmenn þessa fyrirtækis fyrir mér hvaða menn þeir hafa að geyma. Þeir eru ekki komin til að kynna sig eða búa til persónuleg tengsl við nýju nágrannana. Nei, það hefði borist einhver neikvæð viðbrögð við fyrirlætlan þeirra. Þeir ætluðu að fara að búa til fallegan vindorkulund, eins og þeir orða sjálfur, í bakgarðinum hjá okkur. Við fréttum að þið hefðu einhverjar spurningar. Þetta er fyrsta kveðjan frá umrótumönnum. Allt þetta mál hefur kostað okkur gríðarlegan tíma. Vinnu, áhyggjur, svo ekki að tala fjárhagslegt tjón. Við báðum ekkert þetta. Og talandi það, hver ætlar að borga reikningin við rýrnun á verðgildi jarðar okkar ef þessi vitleysa verður að veruleika? Ætlið þið ekki það? En kannski svarið því á eftir. Hvergi talað okkur í
skýrslu Eflu. Hvergi talað ásýnd. Þú veist, þið þekkið þetta landsvæði hérna alveg sem ég sem búið hérna. Þetta mun blasa hérna við, allstaðar á dölunum, Fellsströnd, Skógarströnd. Bara þið hljótið að sjá fyrir ykkur. Komum þetta fram á jákvæð áhrif framkvæmdarinnar. Það muni hafa jákvæð áhrif á mannlíf eða samfélagið. Þetta alveg lofa ykkur því, þetta hefur engin jákvæð áhrif á okkur. Eða skiptir við kannski engu máli. Það býr fólk þarna upp frá við hliðina á þessu rugli sem er verið að fara að tala að búa til. Og þessar fullyrðingar þetta ískáparsögu og svona, ég bara og blæsa á þessar fullyrðingar sko. Kom þetta fram áðan hjá Þórði að regluverki var ennþá í smíðum. Ef þau ekki bara bíða eftir því. Liggur eitthvað á. Það talaði þrýsting hérna á fyrir fundinum í dag. Ég fekk það í mín eyru og það væri þrýstingur. Ef það er rétt, finnst ykkur það í lagi? Það mönnum liggur eitthvað ægilega mikið á. Það var svo ekki í fundagerð líka að jólakort hefur verið sendt frá fyrirtækinu og alla í sveitarstjórninni og sveitarstjóra. Ég veit ekki hvað er rétt í, ég þekki það ekki, ég heyri þetta bara. En það er fallegt að senda jólakort. Einhver sagði, í framhaldi að ég horfði á viðtal í fréttunum daginn þar sem að lögfræðingur fyrirtækisins Stormorku var í viðtali. Hann var að tala stjórnarskrá, réttindi manna, man ekki hvernig hann orðaði það nákvæmlega. Hann var mikið að tala rétt manna til framkvæmda og réttur landeiganda. Einhver sagði, það sem réttur eins byrjar, þar endar réttur annars. Á að brjóta á rétti okkar til að orkufyrirtæki fái rétti sínum framkvæmt? Ég spyr. Ótrúlegu fjöldi hvatningarorða til okkar sem stöndum í þessari baráttu hafa rignt yfir okkur og allir eru sammála við vona að þetta yfirvofandi stórslys verði ekki veruleika. Ég nú með einhverjar spurningar sem ég ætla að koma hérna og framfæra á eftir. En ég get lofað ykkur því. Meðan ég stend í lappirnar og meðan ég er á lífi, þá mun ég gera hvað sem er til að koma í veg fyrir að svo mikið sem ein vindmylla rísi á Hronsstöðum. Þökkum Sigurði fyrir. Ég lít svo á að hann tilkynnti hér áðan að hann myndi koma með fleiri spurningar í kjölfarið og það hefði ekki verið beinar spurningar í því sem hann sagði hér fyrst en hann kæmi seinna. En ég gef orðið laust. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Arnur var nafnið það ekki, gjörðu svo vel. Góðan daginn aftur. Ég biðst forláts ef ég hef verið smá heitt í hamsi á honum en það var ástæða fyrir því. Þetta er stór mál fyrir okkur. Fyrst þetta er komið á þennan stað. Ég er sem sagt Arnur Björnsson og ég er eigandi Jarðnar Ljárskón.
Ég þar með Fáskrúðardölum og með sem sagt fólkinu á Glerárskógum og við þar í fiskrækt og við búin að setja mikið pening í aðbúnað fyrir veiðimenn og aðgengi við ána sem mikil perla, náttúruperla og svo mikil náttúruperla að hún uppseld næsta sumar. Og færri komast að vilja og það eins og við stefnum að þá verður þetta líklega með betri ám á landinu. Það búið að fara illa með hana, það búið að veiða hana, ofveiða hana lengi og það þurfti að breyta smá veiðistjórn og þá Fáskrúðardölum perla sem allir vilja koma að veiða í. Ég keypti þessa jörð fyrir nokkrum árum síðan og eins og ég sagði áðan þá ég að leita eftir sveitarsölu og einhverjum stað til að stunda fiskrækt. Það svona mín passion og skapa eitthvað fallegt og það að takast. Þetta yndislegt svæði og þetta náttúruperla. En svo heyrir maður af þessu verkefni og mér fannst það svo galin hugmynd að ég virti ekki eins og ég pældi ekki eins og í þessu þegar allt í einu fór að berast mér frá Róni, frá Víholtstum og nágrönnum mínum að þetta væri bara alvara, að það væri bara að koma vindorku stóriðjuver við hliðina á Fáskrúðardölum. Og ekki nóg með það ef menn kíkja hérna á gráa svæði sem á skilgreina sem iðnaðarsvæði, að þá það bara rétt hjá veiðihúsinu og nánast í sýnilegu færi við alla ána. Og ég sé bara, Guð minn almáttugur, þessu fólki í alvara? Halda þeir sem standa að þessu fyrirtæki, og það bara mín spurning til ykkar, halda þeir sem standa að þessu fyrirtæki að nágrannar ykkar sem eru bæði og allir komnir í óþökk við ykkur, að þeir láti sigla svona yfir sig? Þetta alveg með ólíkindum, því miður. Ef þið maður kíkja á þetta stóriðjuver þarna, setjið ykkur í okkar spor sem eru með Fáskrúðardölum. Við höfum mikla tekjur af þessu á, hún vinsæl og við erum að gera hana ennþá vinsæl. Hvað haldið að gerist þegar upprísa 40 vindmyllur? Þetta vindorka frábær og þetta virkilega spennandi, nákvæmlega sammála bræðrunum með það. En Guð minn almáttugur, við búum á Íslandi og við getum ekki sett vindmyllur hvar sem við viljum. Menn geta bara ekki farið og keypt ykkur landbúnaðarjarðir eins og þeim sýnist og ætla síðan að reisa stóriðjur. Þetta svo galið. Þetta svo galið. Og eina ástæðan fyrir því okkur mér var heitt í hans áðan og Tryggvi hún næstu að grenjunda með hérna, að ég var að fá 1 milljón króna reikning frá lögfræðingi til að verja hagsmuni minna, ekki einu sinni nágrannanna mína. Þetta var minn reikningur og málið ekki einu sinni byrjað. Ég verð pirraður því ég fæ 1 milljón króna reikning frá lögfræðingi, ég get lofað ykkur því. En ég segi bara eins og allir ykkar nágrannar, strákar. Þetta frábært verkefni, en þið getið ekki verið með þetta hann upp. Þetta algjörlega, þetta svo galið.
Og ég segi bara svo allir ykkar nágrannar, fyrr mun ég liggja dauður en 1 milla verður neytt í nágranni við Fáskrúðardölum. Skulum hafa það á hreinu. Þetta svo galið. Og spurningin til ykkar bræðra, komið hérna upp og talið við nágrannar ykkar sem eru hérna með sína fulltrúa og gerið grein fyrir hvernig ykkur finnst þetta í lagi. Þá hefur Arnór lokið máli sínu og hann beindi spurningu til Magnúsar og Sigurðar. Magnúsar, og þú að svara fyrir ykkar hönd eða eru báðir að biðja Það bara að byrja. Mér langar bara aðeins að tæpa á nokkrum atriðum hérna. Því að Sigurður byrjaði á það að sýna myndbandið og það svo merkilegt hvernig þetta með upplifun fólks. Þegar ég sé þetta myndband þá sé ég bara atvinnu fyrir fullt af fólki og verðmætasköpun. Það það sem ég sé. Aðrið sem finnst væntanlega að þessar vindmyllur vera ljótar sjá eitthvað annað og þannig það þá bara. Ég get ekki gert neitt mikið í því. En það athyglisvert að í þessu myndbandi að þá það sýnt hratt, þessar vindmyllur mun ekki snúast svona hratt. Þetta svona hraðspólur í gegnum þetta. Þannig að þetta ekki eins og þetta sé einhverjir blásarar. Eitt sem að Sigurður benti á, nefndi að það væri verið að breyta stærstum hluta jarðarinnar, það rangt. Jörðin 1700 hektarar en það verið að breyta 400 hekturum. Þannig ég ætla bara að leiðrétta það. Síðan þegar hann að reyna að gera okkur tortryggilega með því að koma ekki að tala við nágranna sína og eitthvað, þá verður það að segjast bara að við kaupum jörðina og við tökum ekki við henni fyrir einhverjum mánuðum seinna. En þá var það sjálfsögðu búið að spyrjast út að það væri búið að kaupa jörðina. Ekki þarf fyrir að það sé einhver afsökun fyrir okkur, en þannig var það nú engu síður. Sigurður myndist á regluverk sem var í smíðum. Það getur vel verið að slíkt sé alveg hárrétt og eflaust það nú. En þangað til að lög taka gildi þá verður að fara eftir þeim lögum sem eru í gildi núna. Og það eitt með ný lög að það þarf meirihluta Alþingis til þess að setja þau, þannig að þau taki gildi. Og það að segja að einhver lög sé í smíðum þýðir ekki að þau munu nokkuð tíma verða samþykkt. En þangað til þá verðum við að gera þá kröfu að farið verði eftir núgildandi lögum í landinu. Og kannski eitt sem ég hjó eftir að þeim finnst vera við sem að brjóta á þeirra rétti. Og ég bara átta mig ekki alveg á rétti til hvers. Rétti til þess að horfa ekki upp yfir og finnst þetta ljótt eða hvað verið að brjóta á. Eitt fasteignaverð, ég búinn að vitna hér í rannsóknir sem benda til annars en það kannski ekki mikið meira sem ég get bætti við þar. Síðan varðandi Arnór, mig langar að nefna við þig eitt. Ég er mjög hrifinn af því sem þú vilt gera þarna í Fáskrúð. Og ég styð það heils hugar vegna þess að stjórnarskráin, hún veitir þér rétt til þess að skapa þér atvinnu á þínu landi. En hún veitir okkur þennan sama rétt til þess að skapa okkur atvinnu á okkar eigin landi. Og það það sem við erum að gera. Og það líka í þínu máli kemur fram að þetta vindorka sé fín, en bara ekki hjá mér.
heldur bara einhvers staðar annars staðar. Það finnst mér óábyrgt að vísa okkur til í fangið af einhverjum öðrum. Ef þið finnst þetta að vera vandamál, að við höfum bara að fara eitthvað annað. Þannig að þá er þetta ekki lengur vandamál hér. Þannig að þetta eru svona mínir punktar varðandi þetta. Takk fyrir Magnús. Orðið er laust. Gjörðu svo vel. Ég heiti Steinunn og kem frá Víghólsstöðum. Kannski með spurningar á eftir en þetta með að eiga rétt og ekki rétt og spyrja hvaða rétt sé verið að brjóta og annað og að Arnór sé í einhverju atvinnusköpun að líkja rennandi á við þessi ósköp sem eiga að koma þarna upp frá. Þetta er bara ekkert sambærilegt. Það er ekki þetta að líkja þessu saman. Arnór er ekki að trufla nokkurn einasta mann. Við vitum ekki á honum. Það hefur enginn séð hann bara fyrir í dag. Þannig að þetta er bara fáránleg samlíking. Og hvers rétt er verið að brjóta? Rétt til þess að lifa bara í sama friði og ró og sama umhverfi og við höfum alltaf gert. Rétt til þess að vera ekki með þetta sem var sýnt á vídeónu áðan yfir hausunum á okkur. Það er bara okkar réttur, teljum við. Og mér finnst náttúrulega bara fáránlegt að standa hérna. Mér finnst það bara fáránlegt að við þurfum að standa hérna og standa í þessu. Við erum, ég fekk reikning líka í dag frá lögfræðingnum. Þetta er ekki, við viljum þetta ekki. Þetta kostar okkur peninga, þetta kostar okkur frí frá vinnu, þetta kostar okkur áhyggjur. Af hverju, það er minn réttur að þurfa ekki að borga lögfræðireikninga, að þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu, að þurfa ekki að eyða tíma mínum í þessa vitleysu. Ég valdi þetta ekki. Og þegar þú sagðir að Arnóri finnst vindorka fín bara ekki hjá mér, bara ekki í byggð. Hún getur verið eitthvað staðar þar sem hún er ekki í byggð. Það er það sem við erum að koma ykkur í skilning að það er bara ekkert í lagi. Og bara nú tala ég kannski bara við sveitarstjórn líka. Það er bara ekki í lagi að einhver geti keypt hvaða jörð eða lóð sem og ætla svo bara að breyta því og setja þar bara eitthvað sem að þeim dettur í hug. Og hvað ef nágrannir þeir bara kyngja því og halda kjafti? Við bara gerum það ekki neitt, við höldum ekki kjafti. Við ætlum ekki að fá þetta yfir okkur. Við ætlum bara að fá að vera þannig í friði eins og að alltaf hefum gert. Síðan ætla ég bara að lýsa yfir fratið þetta efluplagg sem verið að leggja hérna fram. Það er bara ekkert rökstutt í því og það er ekkert reiknað út í því og störf og ég ætla að skilja eftir eina spurningu eftir þetta orðaflóð hérna. Þetta skipti eina spurningu til Sólveigar í Eflu. Hversu mörg störf munu skapast í Dalabyggð til frambúðar við þessa virkjun og framleiðslu? Takk. Takk fyrir Steinunn. Og það kom spurning frá Steinunni til Sólveigar hjá Eflu. Sólveig, gjörðu svo vel. Ég ætla kannski bara að byrja á það var kannski ekki beint spurning til mín áðan en það var eitthvað aðeins verið að tala þetta orð vindlundur og við skildum nota þetta orð, verkfræðistofan Efla. Ég vil bara benda á það ég finn fyrst þetta orð í tengslu við Búrfellslund sem voru aðrir skipulagsráðgjafar heldur en við. Ég ætla ekki endilega nafngreina þá en það skiptir ekki öllu máli en það má kannski alveg taka til athugunar varðandi þessa orðnotkun. Það er mjög mörg orð notuð yfir þetta, vindorkuver, vindlundur, vindbú, vindorkugarður. En væntanlega verður það skilgreint í einhverjum lagapakka seinna, hvað orð verður fyrir valinu.
En þið getur sérst nálgast Búrfellslundarplaggið inn á heimasíðu Landsvirkjunar ef ykkur langar að skoða það. Og í sambandi við ásýnd, þá var talað um það að ég hef ekkert komið inn á það hvernig ásýnd væri. Og ég fór henni yfir ásýndina og hún var metin meira að segja neikvæð eða sjónræn áhrif og sýndi ykkur kortið hvernig það metið. Þetta kort liggur líka hérna frammi með skýrslunni sjálfri. Mitt ekki að meta hversu mörg eða okkar mörg störf verða sköpuð á þessu heldur frekar framkvæmdaaðila sem gæti lagt mat á það. Eitt enn, í varðandi skýrsluna og að lýsa frati á hana, þá gott og vel, þá þetta samt bara sá pappír sem að unnin í samræmi við skipulagslög á þessu stigi. Tillaga að aðskipulagsbreytingu lítur svona út, unnið út frá ákveðnum forsendum skipulagslaga og skipulagsreglugerðar. Meira hefði svo sem ekki það að segja. En við erum náttúrulega að vinna fyrir sveitarfélagið ber ábyrgð á skipulagsgerð sveitarfélaganna, en við erum ekki að vinna fyrir landeigendur, svo það kom bara skýrt. Að sjálfsögðu verða einhver störf varðandi viðhald og eftirlit eins og við erum búin að tala um. Ég treysti mér ekki til að leggja mat á það. 2. Það þín orð. Ég get ekki... Já, vegna þess að við metum það svo að þau verði mörg. Nei. Ég verð að grípa inn í hérna, ég verð með samtala milli fundarmanna og þeir sem í pontum. Ég sagði þér ég get ekki lagt mat á að væri framkvæmdaaðila frekar að... Það annar aðili sem kom inn á þetta á eftir. En það eru 3 sem hafa beðið orði núna og fyrstur Einar og svo kemur Sigurður og svo Steinunn ef ég skildi þig rétt á hann. Þú var að biðja aftur orðið. Já, kom ég bara því á eftir en ekki Einar orðið fyrst. Gjörðu svo vel Einar. Fundarstjóri, ágætu gestir. Það var margir hérna sem voru á fundinum áðan og ég ætlaði kannski ekki sérstaklega að koma aftur upp á þessum fundi en ég held kannski ég þyrfti ekki að koma aftur upp til þess að sverja það af mér að sveitarstjórn, allavega ég, hef ekki fengið neitt þrýsting á mig. Ef að ég fekk jólakort frá Stormorku sem að ég minnist ekki, þá upplifi ég það ekki sem þrýsting að neinu ráði. Og mér finnst svolítið leiðilegt að ég met þessa fundi mikils. Ég mæti hérna og reyna að hlusta á hvað menn hafa fram að færa og ég held ég hafi mætt á alla þessa fundi sem hafa verið í þessu máli. Ég ekki sérfræðingur í vindorkumálum. En ég lít nú samt þannig á að við stjórnumst ekki sem sveitafélag, við stjórnumst ekki í það hverjir kaupa jarðir sem settir eru á sölu. Við getum ekki búið til reglur sem skylda aðila. Ég veit allir sem eiga jarðir hérna, þeir myndi ekki vilja það að sveitafélagi fara að hlutast til þetta. Við sem eigum íbúðarhúsnæði, við myndum ekki vilja að sveitafélagi myndi hlutast það hverjum við getum selt. Við getum ofta ekki stjórnað hverjir það eru sem kaupa við hliðina á okkur. Mér finnst ég dáist að því að menn berjist fyrir því sem þeim kært og það það sem við eigum að gera. Og þeir eigi að halda þessu áfram, þessu aðhaldi sem þeir gerir með því að mæta á þessa fundi og á þessa pósta sem þetta Það eiga fullt af póstar eftir að koma inn í þetta verkefni sem munu síðan ráða því hvort þetta mun komast eitthvað lengra. Ég held við eigum ekki að nota tímann hér og ráðast á eða krefja aðila svara sem hafa ekkert með þetta, eins og til dæmis Eflu. Þeir geta ekki svara því hvað vera til mörg störf. Þetta held ég að Magnús og þeir mun örugglega reyna að svara því. Ég held að sveitarfélagið hafi hingað til staðið sér vel, að minnsta kosti síðan ég kom inn í þetta. Það hefur verið mikið gagnsæi á því sem við höfum gert. Gögnin hafa verið birt og hafa verið aðgengileg fyrir alla. Þeir sem koma að þessum málum, bæði þessu og hinum vindorkugarðinum, hafa fengið aðgengi að sveitarstjórnarfulltrúum. Við höfum haldið fundi jafnt formlega sem óformlega. Og ég gerir ráð fyrir því að það haldi áfram, það samtal.
Og sko, ég skil þetta bara mjög vel hjá öllum, en við þurfum líka að vera sanngjörn. Það eru 2 verkefni hérna og við erum að afgreiða þau eru nákvæmlega eins, enn sem komið er. Það var stór orð fallið hérna að menn ætli að leggja líf sitt að veði og eitthvað slíkt. Mér finnst þetta allt of stór orð á þessum tímapunkti. Það er bara það sem mér finnst núna. Ég vona að málið fái bara að þróast núna aðeins lengur og þetta bara haldi áfram. En bara ítreka það og ég held ég tali fyrir hönd allavega flestra í sveitarstjórn að menn hafa ekki upplifað eitthvað þrýsting. Ekki frá Stormorku né Kvatran eða Kyr að neinu leyti. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Einar. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Sigurður heiti ég. Ákaflega leiðilegt að hlusta á nágranna mína hérna. Algjörlega eðlilegt að þeir hafi sína skoðanir og komið þeim á framfæri. Ég veist eins og mjög leiðilegt að þurfa að sitja undir svona rógi hversu vondur ég er og við bræður. Ég veit að við erum ekki fullkomnir menn fjarri því og gerum alls konar mistök. Mér þykir mjög leiðilegt að við höfum einhvern nátt mók á fólki að Víghólsstöðum af því ég held að þetta sé afskaplega gott fólk. En þetta er ekki alveg sanngjarn málflutningur sem er viðhafður hérna, finnst mér. Það er annað mál, Steinunn. Þú spyrir okkur hversu mörg störf. Nú ætla ég ekki að fara að lofa neinu neitt, en það er ekkert á borðinu neitt í þessu samhengi. En ég vitna hérna í skýrslu sem að Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti gerði og kom út held ég 2018 eða 19 og hún heitir skýrsla nýjar aðferðir við orkuöflun. Þar kom þær inn á ýmislegt, mjög sniðugt að lesa þessa skýrslu, rammaáætlun og eitt annað. Þar vitna þeir svo í einhverjar rannsóknir sem þeir hafa skoðað og þar kemur fram að við uppbyggingu vindmyllugarða í Bretlandi þá voru metin störfin sem urðu til og þar kemur fram að flest störf urðu til á byggingartíma eðlilega og þá er það 2,5 störf á hvert uppsett megavatt. En á rekstrartímanum urðu þau 0,43 störf á hvert megavatt. Miðað við að við setjum upp 130 megavatt að Róneyjastöðum, við erum reyndar með 83 held ég undir svona í fyrsta fasa. Miðað við að komum upp 130 megavattum, þá væru það 325 störf miðað við þessa skýrslu á byggingartíma og þá 56 á rekstrartíman til þessara 20 ára. Já, ég afleit og þetta er bara verið að tala störf sem að myndast. En ég er sammála bróðum mínum bara svo ég fór aðeins að halda áfram hérna með, þegar nafnið minn sýnir myndbandið. Ég hugsa bara frábært að það sé til fólk sem að getur gert svona hluti. Þetta er ótrúlegt hvað mannfólk getur gert og ef ekki þá værum við sjálfsagt bara í moldarkónum og sumir telja það sé kannski bara betra. En og svo er hitt sem að Magnús er búinn að taka svolítið fyrir. Við erum alltaf að nota orku, við erum að nota alveg rosalega mikla orku í allt sem við gerum og við viljum öll gera það og það þarf að framleiða þessu orku
og það aldrei gert með minni umhverfisáhrifum heldur en þessu. Viljum við frekar láta flytja orkun okkar inn frá Miðausturlöndum og sjá ekki umhverfisáhrifin sem að verða þar eða ljótleikan sem að fylgir í huga ykkur? Það svo bara valkostir, sko. Þakka þér fyrir, Sigurður. Steinunn hefur beðið orðið. Steinunn, gjörðu svo vel. Já, ég ætla að byrja þegar leiðrétta. Ég held að Einar hafi misskilið mig áðan þegar hann svaraði mér þannig að sveitarstjórn gæti ekki ráðið hverjir keyptu jarðir og lóðir. Það bara hvarflar ekki að mér að það sé. Sveitarstjórn getur hins vegar ráðið hvað verður gert við þessar lóðir og jarðir í skipulagi. Það er það sem sveitarstjórn ræður og það sem við erum að tala í dag. Og það sem ég sagði var að það getur ekki bara hver sem komið og keypt einhverja jörð eða lóð og óskað eftir því að henni verði breytt í iðnaðarsvæði. Það var punkturinn minn, en ekki það að sveitarstjórn átti eitthvað að fara að ráða því hverjir keyptu jarðirnar. Það er bara það verður aldrei. Það var eitthvað annað sem ég ætlaði að segja líka. Já, það er bara líka, bara aðeins að því að mér svörin eitthvað, þú veist, það er pínlítið reynt að snúa út, það er pínlítið reynt að láta líta út fyrir það að við viljum ekki virkjanir á Íslandi. Það er bara ekki þannig. Og við viljum ekki vindorkuvirkjanir og við viljum ekki þetta. Við höldum að við viljum bara verið moldarkofum og höldum að rafmagni komum bara frá Miðausturlöndum. Það er ekki þannig. Við viljum bara ekki virkjun í byggð. Það er bara svo einfalt. Við viljum bara ekki virkjun í byggð. Við viljum ekki virkjun upp á Hrúnjastöðum. Þetta er bara svo einfalt. Það er til fullt af öðrum stöðum sem ekki að trufla nokkurn einasta mann þar sem hægt að setja upp virkjun. Þetta er bara vitlaust gert. Það þarf fyrst að ákveða hvar virkjunin á að vera. Svo er þetta að fara að kaupa jörðina og byggja virkjanir. Þetta er bara kolvitlaust gert og þetta verður aldrei gert í sátt. Það verður aldrei friður og þetta samfélag verður lagt í rúst. Það verður ófriður alltaf. Já, þakka þér fyrir, Steinunn. Þá eru tveir sem hafa beðið orðið. Það var Sigurður fyrst hér, Jóhannesson, gjörðu svo vel. Það er þetta með, þetta sé röng staðsetning. Það er þannig að það víðerni, er það ekki orðið sem notað í náttúruverndarlögum ef ég man það rétt, ég að gera þetta minni. Það mættu ekki vera vindorkugarðar á víðernum. Og ef þú ferð með vindorkugarðan mikið lengra frá byggð, þá ertu bara komin á víðerni. Nei, það væri ekki gáfulegur kostur. Við lögumst yfir þetta auðvitað mjög mikið. Núna er verið að kalla eftir alls konar lagasetningu vindorku. Það er verið að kalla eftir því að hún fari undir rammaáætlun. Það er verið að kalla eftir því að það er verið að, eins og Þórður kom að áðan, landskipulagi sem að tekur á vindorku. Steinunn er að kalla eftir því að það menn megi bara ekki gera hvað sem Það erum við raun að vera, við erum að kalla yfir okkur meira og meiri miðstýringu ef að menn vilja það, til að nota það ágæta orð. Færa valdið frá okkur, einstaklingum, til sérfræðinga í Reykjavík. Það er mikið trend í þá átt núna. Ef það er samfélagi sem menn vilja búa í, þá er það er valkostur aftur. Það er ekki samfélagi sem mig langar að búa í, en það er kannski bara misjafnt. Ef að hér man ekki alveg hvað þú sagðir, Steinunn, ef að hér mun ríkja
hvað sagðirðu? Ófremdarástand eða eitthvað slíkt. Þá verður það ekki vegna þess að við bræður munum skapa það. Ég vona það allavega ekki. Ég trúi því staðfastlega að við séum að fara að byggja hérna upp í samfélaginu. Þakka þér fyrir, Sigurður. Þá Sigurður Sigurbjörnsson næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Þarna var vatnið mitt. Sýna þér. Má ég koma með spurningar á 2 í þessum hunda? En það svolítið einkennilegt að eina sem að Magnús allavega tekur út úr þessu myndbandi sé hvað að spila hratt. Ég get alveg spilað það hratt, sko. Ég held að átti sig allir á því hvernig vindmyllur snúast, sko. En það var nú ekki stóra málið. Og Einar, ég virði alveg skoðunina sem þú varst að koma hérna fram með áðan, en var ég að ráðast á einhvern með því sem ég var að segja? Ég var bara að lýsa upplifun minni og skoðunum. Og þó ég segi það að á meðan ég lifi mun ég berjast á móti því að það rísi svo mikið sem eitt prikan upp frá. Er það eitthvað stórar yfirlýsingar? Og varðandi þetta með þrýstinginn, þá bara held ég samt fram að hann hafi verið. Ég hef heyrt það í mín eyru frá mjög ábyrgum aðila. Og hvað er það annað en það sem við sáum í fréttunum daginn? Þegar lögfræðingur Stormorku kemur í fréttunar og tímasetningin var engin tilviljun. Þetta kallast líka að beita þrýstingi. Hér ríkið skaðabótaskyld. Ég ætla að spyrja hérna, ég ætla að skilja eftir allavega 2 spurningar. Af því að mér finnst ekki koma nógu vel fram og ég veit ekki hvort ég á að beina því til Eflu eða þeirra sem að standa að framkvæmdinni. Ég sé eitthvað strik hérna frá, það er eitthvað svart strik frá Ljárskógum beint yfir á Hróðnjarstaði og ef ég kíki í hérna fyrir neðan myndina hvað þetta á að þýða þá stendur safnvegir. Þannig að mér finnst vanta hvaða leið hafið þið velt fyrir ykkur að fara með öll þessi aðföng sem við sáum í myndbandinu áðan. Ég vonið að hafi séð það þó að það hafi verið spilað hratt. En hérna og annað varðandi rammaáætlunina er hérna, ég ætla að beina því til þín Magnús, er það rétt að fyrirtæki Stormorka sé búið að kæra skipulagsstofnun út af rammaáætlun og finnst ykkur verkefnið ykkar ekki eiga heima inn í því? Þannig ég ætla að skilja þessar spurningar eftir núna. Þakka þér fyrir, Sigurður. Þetta voru 2 spurningar og annari var beint til Eflu og hinni spurningunni var beint til framkvæmdaaðila. Sólveig, ert þú tilbúin til að svara? Við skulum bara meðan aðilar að fara yfir þetta, þá var Einar búinn að biðja orðið, þannig ég ætla að gefa honum orðið og sveðan fáið þið orðið til að svara á eftir. Fundarstjóri, þetta var bara stutt. Varðandi það sem Steinunn talaði þannig kannski verður einhvers konar misskilningur. Það sem ég átti reyndar við var þegar einhver kaupir eitthvað, eins og í þessu tilfelli einhverja jörð, þá getum við sem sveitarfélag ekki stjórna því þó að þeir komi síðan með ósk til okkar breytingu á skipulagi. Við getum ekkert stjórnast í því. Það bara er einhver aðili sem óskar eftir því. Það er náttúrulega fjöllust og það eru búin að falla nokkur stóra orð og ég skil þau vel, en að það verði ófriður og samfélagi verði lagt í rúst. Ég ætla svo sannarlega að vona að það verði ekki. Varðandi það sem að Siggi talaði
mér finnst það stórar yfirlýsingar þegar menn farnir að tala ætla að leggja lífið að veði og ekki fyrst skal ég dauður liggja, en mér finnst það líka stórt þegar ég sakaður að vera beittur þrýstingi, þegar ég það ekki. Og ef menn ætla að standa á svona fundi og segja bara að þeir hafi fengið það í sín eyru, þá verða þeir bara að segja eitthvað aðeins meira eða skýra það betur út, af því þetta bara rugl. Ég hef ekki verið beittur þrýstingi og ég mun ekki láta undan þrýstingi í þessu máli frá neinum. Lögfræðingur Stormorku, ég hef ekki eins og hlustað á hvað hann sagði. Þannig að ég upplifi engan þrýsting frá honum. Reyndar finnst mér lögfræðingar yfirleitt, ég upplifi hann yfirleitt ekki þrýsting þegar þeir segja eitthvað. En það kannski skiptir ekki alveg öllu máli. Takk. Þakka þér fyrir Einar og þá það Sólveig frá Eflu sem ætlar að bregðast við fyrirspurn Sigurðar. Sólveig, gjörðu svo vel. Takk. Þetta svo sem ósköp stutt svar og mögulega ekki nóg að greina gott á þessu stigi. En þess vegirnir sem eru sýndir á uppdrættinum eru bara sýndir til skýringar og verða nánar útfærðir nákvæmlega á þeim á seinni stigum skipulags. Takk. Þakka þér fyrir Sólveig, þitt svar. Magnús, gjörðu svo vel. Ég ætlaði þá að svara Sigurði Sigurbjörnssyni varðandi, ég held að séu 2 spurningar fyrir 3 ára, allavega 2 sýnist mér hérna. Hvaða vegur verður notaður? Það eru 2 vegir sem að koma til greina og við höfum í sjálfs ekki tekin en ákvörðun hvor leiðin verður fyrir valinu. Það í raun og veru ákvörðun sem verður tekin á seinni stigum málsins. Síðan spurði hann á verkefnið heima í rammaáætlun að okkar áliti og það okkar skoðun að svo sé ekki. Varðandi kæruna, við höfum ekki kært ráðherra eða neitt varðandi rammaáætlun. Þannig að bara hótið? Nei, við höfum ekki hótið einu eða neinu, sko. Þakka fyrir Magnús. Orðið laust, einhver með spurningar eða innlegg í umræðuna? Sigurður, gjörðu svo vel. Sko, af því að það á eflaust eftir að við höfum eflaust eftir að fá einhvern snúning á þessi, þannig að þetta verði gert tortryggilegt. Við lögðum fram svokallaða stjórnsýslukæru líklega á Skipulagsstofnun, það alveg rétt. Veit ekki af hverju það fyndið, en það sjálfsagt eitthvað fyndið við það. Mér finnst það ekkert fyndið, sko. Við gerum það ekki í neinni gleði, þvert á móti. Við gerum það vegna þess að þessi ágætisstofnun núna búin að taka 1 ár í að svara erindi okkar, ekki erindi, þetta allt í þessu umhverfismati, mat á umhverfisáhrifum, það allt í lögboðnum skilafrestum sem að við þurfum að fara eftir og maður hefði haldið stofnanir ríkisins líka. Skipulagsstofnun hefur 4 vikur til að gefa álit á það sem kallar matsáætlun. Plaggið sem að segir til það sem að við leggjum fram, þar sem að við erum að lýsa þeim rannsóknum á væntum umhverfisáhrifum af verkefninu. Leggjum bara þetta plagg inn og þeir hafa 4 vikur til að segja, já, annarkvort þetta í lagi eða þetta ekki í lagi og þá hvað þarf að gera. Já, þetta náttúrulega lögbundið. Þetta ferli búið að taka 1 ár núna. Aldrei fá við svör.
Það kæran og ég held að hún sé algjörlega eðlileg og ég get lofað ykkur því að það vill enginn ykkar þurfa að eiga við ríkisstofnun með einhvert af ykkar málum og það sé svona þverbrotin ykkar réttur. Þannig ég treysti því algjörlega að þið myndu gera það sama. Aftur að þetta er náttúrulega ekki gaman mál fyrir okkur. Við leggjum allt okkar undir vegna þess að við erum að reyna að búa okkur til lífsviðurværi. Það að ríkisstofnun geti farið svona með þegnana í landinu finnst okkur ótækt. Algjörlega ótækt. Og þetta rammaáætlunarmál í sjálfu sér svipuðum toga. Við erum kannski bara svona vitlausir, okkur finnst þetta ákveðið prinsippmál og já, það alls konar, það eins og menn þekkja sem að kynna sér rammaáætlun, það eru alls konar vandamál við rammaáætlun, óháð vindorku. Þakka fyrir Sigurður og orðið laust. Það eru tveir sem hafa hvatt til hljóð. Sigurður, gjörðu svo vel. Við sátum hérna í dag líka þar sem var verið að fara yfir verkefni sem verið að spá í hérna upp á Sólheimum. Mjög greinilega mikið sem búið að leggja í þá vinnu og hérna rannsóknir og annað. En mér finnst einhvern veginn vanta, frá ykkur, hvað með rannsóknir ykkar eða hafa ekki verið rannsóknir? Það eru 2 möstur hérna búin að blikka þarna í einhverja mánuði. Á að geta upplýsa fólk hvað kom út af því og alltaf verið að tala um seinni stigum og seinni stigum. Bara ekki hægt að draga allt upp á borðið núna. Alltaf að gera allt á seinni stigum. Svona, við fara á tilfinninguna að segja verið að, ég veit það ekki, íta einhver undir teppi eða Áður en ég gef þeim Sigurði og Magnúsi tækifæri á að svara, þá hefur Steinunn beðið um orðið, þannig ég ætla að gefa henni orðið fyrst og svo gef þeim tækifæri til að svara. Já, ég ætla að reyna að halda áfram að útkljá hana misskilning á milli mín og Einars. Það einhvern að við vinnum ekki saman, við skiljum ekki hvert annað. Ég veit vel að sveitarstjórn getur ekki stjórna því hverjir kaupa jarðir. Ég veit líka vel að sveitarstjórn getur ekki stjórna því hverjir sækja að gera breytingar á skipulagi. En ég veit líka að það er sveitarstjórn sem ræður því hvort að breytingar verða gerðar á skipulagi. Ég vona þetta sé nógu skýrt. Og þá bið ég ykkur að svara. Sigurður byrjar og svo Magnús. Já, Sigurður, það er margt sem þú farð á tilfinninguna greinilega. Það er ekkert gruggugt í þessu. Þetta liggur allt fyrir, þetta inn á heimasíðun okkar, það er ágætt að bara fara og skoða þetta þar. Drög að matsáætlun segir frá rannsóknum sem við ætlum að gera. Við höfum ekki komist lengra í ferlinu. Vegna þess, já, þú verður að spyrja Skipulagsstofnun eða einhverja aðra aðila vegna hvers það er. Það er hins vegar búið að framkvæma fullt af rannsóknum. Þær verða allar útlistaðar í svokallaðri frummatsskýrslu. Það var farið aðeins yfir þær hérna áðan. Ef þú vilt einhverja nánari svör, gott að bara spjallaði við mig, við skulum bara fara yfir þessar rannsóknir. Það er ekkert mál. Það er bara verið að gera allar þessar rannsóknir, umhverfisrannsóknir. En já, það er ekki verið að fela neitt. Við höfum sagt það frá fyrsta degi, ef það eru einhverjar spurningar, bara kastið þeim á okkur. Við erum bara alveg
reiðubúnir til að svara. Við settum upp þessa heimasíðu, reynum að hafa þetta opið. Ég hjó eftir í dag því ég var að horfa á þetta á streyminu að það kom fram að Stormorka hefði verið meira, hvað var sagt, meira í fjölmiðlum eða eitthvað slíkt heldur en hitt verkefnið. Það er ekki okkar val að því okkur langaði svo mikið að vera í fjölmiðlum, þvert á móti. Er ekki vonað að þetta svara þessu? Magnús, er ekki rétt skilja að þú ætlaðir að svara líka? Komið. Þá er orðið laust, eru einhverjir fundamenn sem vilja taka til máls? Gjörðu svo vel sinn. Ég með eina spurningu til Magnúsar og Sigurðar. Þetta er allt rosalega erfitt og þið erum búin að lýsa því hvað þetta er erfitt. Hvað þarf til að þið hætti við? Ég skal kaupa jörðina af ykkur. Já, það kom fyrirspurn, Sigurður. Já, við teljum að það sé verið að beita okkur þrýstingi núna. Hvað þarf til þess að við hættum við? Steinunn, ég veit að þetta er ekki svarið sem þú vilt heyra, en við ætlum ekki að hætta við. En við vonum að við getum bara búið við þessar vindmyllur í sátt, sko. Nei, hvað er það? Nei, þá búum við bræður við þær í sátt. Já, það verður bara, okkur þykir það mjög leiðilegt. En ég á nú vona því að þegar þær eru komnar upp að þá kannski sjá að þær ekki eins alls slæmar á því haldið. Magnús, gjörðu svo vel. Mig langar aðeins að fylgja þess eftir af því að ég spurði hvernig við erum að brjóta á ykkar rétti og eitt af því sem við munum gera í umhverfisskýrslunni er að skoða áhrif verkefnisins og ef að þau eru neikvæð að einhverju leyti að þá komum við með einhverju mótvægisaðgerðir og ég hef ekki ennþá alveg fengið á hreint hvaða er sem er mesta óánægjan er hjá ykkur. Ef það er sýnileikinn, þá höfum við nefnt að yfir kaffibolla á Vígurstöðum að hugsanlega getum við reyndað að koma með mótvægisaðgerðir gagnvart því og reisa tré sem munu vaksa þar fyrir, þannig að þau þurfa aldrei að horfa þarna upp yfir. Þannig að við höfum reynt að leita sátta svo það bara komið fram. Við höfum svo sem alveg verið meðvitaðir þessa óánægju. Það eru í gegnum mótvægisaðgerðirnar sem við getum séð að við getum reynt að leysa málin. Það er einn sem hefur beðið orði en þessi fundur svolítið að þróast yfir það. Það eru hér 4 aðilar sem fyrst og fremst taka til máls, þannig að ég ætla að athuga hvort það sé einhverjir fleiri sjálfum sem mér hefur yfirsést sem vilja taka til máls. Það er ekki að svo stöddu, þannig að Steinunn gjörðu svo vel. Ég hef oft verið hissa, en í alvöru vitið ekki hvað við erum óánægð með. Við höfum skrifað endalaust af bréfum og athugasemdum, við höfum sendt ykkur, við höfum sendt sveitarfélaginu, þetta er allt til skriflegt. Í alvöru. Ekki hugmynd. Aldrei séð þetta. Ég var bara að senda þetta út. Já, Sigurður, gjörðu svo vel.
Sigurbjörnsson. Á næsta ári, 2021, þá var það komin 100 ár síðan að langamma mín var á Vífilsstöðum. Afi, hann byrjaði í búskap þarna 1938, afi og amma, og í dag eru foreldrar mínir með búskap á Vífilsstöðum. Ég ætla að halda því áfram og við hefum gert þetta í nokkra ættliði. Þá hefum við búið þarna í mikilli sveitasælu og í mikilli ró og við viljum halda því þannig áfram. Og mér langar að spyrja ykkur, ég held þetta sé lokaspurningin, ef það dúkki eitthvað annað upp. Skiljið okkur? Skiljið þið hvað við erum að fara fram á? Skiljið þið okkar afstöðu? Ég held ég get ekki orðað þetta skýrar. Já, það komin spurning hér til þeirra framkvæmda aðila og það Sigurður sem ætlar að svara henni. Gjörðu svo vel. Sko, já, ég skil það mjög vel að vera á móti framkvæmdinni. Ég skil það mjög vel. Vegna þess að þegar ég var yngri þá var ég já, þeirra skoðun, ég var í raun og veru hefði verið mótfallin nánast framkvæmd hvar sem var, af hvaða ástæðu sem var og svo framvegis. Þannig ég skil það mjög vel. Ég skil alveg þá afstöðu. Sko, það sem að bróðir minn var að kalla eftir var eitthvað nákvæmara. Er það hljóðáhrif, er það ásýndin, er það flutningarnir? Það var spurningin, sko, bara svo að það sé skýrt. Sko, ég hefði eiginlega spurning á móti, Sigurður. Þú ert að tala um að ættuðin hafi verið þannig hartnær 100 ár. Það er gott. Á hverju ætlar þú að lifa á Hróðnýjarstöðum? Má ég varpa þeirri spurningu fram? Nei, fyrirgefðu ekki á Hróðnýjarstöðum, að Vífilsstöðum. Hvað er það að selja systeminu yfir? En hvað á ég að svara því það? Já, hvernig sem þetta er spurning. Bara að þetta er orðið samtal hvort það er, þannig að ég myndi spyrja þig að þessu, sko. Við skulum halda okkur við að aðeins koma í punktu vegna þess að þetta er tekið upp, þannig það skiptir máli. Sigurður, ég vænti þess að þú hafi verið að biðja um orðið þegar þú réttir upp hendina og gjörðu svo vel. Hver veit hvað mun verða í framtíðinu á Vífilsstöðum? En ætli það kom ekki bara í ljós á seinni stigum málsins? Nú fer að líða að lokum þessa fundar hjá okkur. Við erum búin að vera hér í rúma 2 klukkutíma og fara yfir þessa tillögu að breytingu á aðalskipulagi. Og ég lít svo á að aðilar hafi náð að koma sínum sjónarmiðum á framfæri, svo vel sé. Við höfum ekki takmarkað með neinum hætti hvernig fjölda fyrirspurna og annars, en ég held að það sé að líða að lokum, þannig að ég ætla að segja bara við ykkur fundamenn, ég gef ykkur 3-4 mínútur til þess að biðja um orðið, en annars förum við að ljúka þessum fundi. En Sigurður Jóhannesson hefur beðið um orðið og gjörðu svo vel, en hann ég kalla eftir því ef einhver vill komast að þá gefa merki sem fyrst. En gjörðu svo vel, Sigurður. Takk og takk, Sigurður. Sko, ég var að höggva mitt eftir þessu. Það er mesta líkur á því að ég veit það ekki náttúrulega, en þú ert væntanlega ekki að fara að stunda samskonar atvinnustarfsemi og amma þín og afi geflu. Ég reikna með því þú sért ekki að fara að gera það. Það segir okkur bara það, eins og þú sagðir sjálfur, hver veit að á 100 árum þá breytast hlutir og þeir breytast mikið og þeir eru búin að breytast mikið. Þess vegna ert þú væntanlega ekki að fara í samskonar búskap og amma þín og afi.
Og það sama gildir okkur. Við erum bara að finna okkur leiðir til þess að lifa af. Við ætlum að gera það svona. Og við fögnum nánast hverju sem að þú ætlar að fara að gera á Vífilsstöðum. Til þess að sjá fyrir þér og þínum. Það aðeins einn fundarmaður sem hefur beðið orðið og ég ætla að gefa honum orðið núna og það Sigurður Sigurbjörnsson. Gjörðu svo vel. Þó ég sem ákveðnar hugmyndir það hvað ég muni gera í framtíðinni á Vífilsstöðum, þá ætla ég ekki bara að svara þér því hér í pontu. Það kemur bara ekki til mála. En hugmyndirnar eru miklar. Þannig að það verður bara komið ljós hvað verður. En hugmyndirnar eru ekki eins klikkaðar á ykkar. Já, góðir fundarmenn, þá komið að lokum þessa fundar. Það var enginn í salnum kveðið sér hljóðs. Við ætlum að gera líkt og var gert á fundinum sem var áðan að frummælendur, þeir fá tækifæri til að tjá sig svona hérna rétt í lokin. Það er eðlilegt að frummælendur fái þann möguleika. Og ég held að það er spurning hvort að Sólveig vill bæta einhverju við. Þórður gjörðu svo vel. Já, þetta hafa verið mjög fróðlegar umræður. Ég hóf störf hérna á vormánuðum í fyrra og þá var þetta mál svona komið á koppinn og ég skynjaði það strax að þetta væri umdeilt mál og þetta er líka mjög erfitt mál, líka stjórnsýslulega séð og það er mjög erfitt að finna hinn gullna meðalveg. Ég bara frárétta það að eins og segir, núna er bara að vera að skoða aðskipulagsbreytingu sem fer svo til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsnefnd og svo síðan í sveitarstjórn. Það aftur að taka ákvörðun næstu skref. Þannig að, já, en bara takk fyrir líflegar og góðar umræður. Takk fyrir. Þakka þér fyrir Þórður. Þá er spurning hvort að Magnús vilji. Magnús gjörðu svo vel. Ég ætla bara að loka þessu hérna fyrir okkar hönd og segja það að ég vonast til þess að geta unnið þetta verkefni með samfélaginu í sáttasamlendi og skapað störf og hagsæld í byggð sem er nú frekar hnignandi heldur en hitt. Og við erum allir að vilja gerðir að leysa úr málum og munum halda áfram að rétta fram sátta hönd í þessu. Takk fyrir. Þá er komið að lokum þessa kynningafundar. Ég ætla að nota tækifærið og þakka frummælendum fyrir þeirra innlegg í fundinn og þakka fundarmönnum fyrir fyrirspurnir og innlegg í umræðuna. Og kannski rétt að ég noti líka tækifærið og þakki þeim sem er hérna við hliðina á púltinu, sem sífellt búin að rétta upp hend allan fundinn en aldrei fengið orðið. Kristjáni tæknimanni fyrir frábær störf, hann hefur haldið utan að þessi fundur hefur gengið snurðulaust fyrir sig. Kærar þakkir, Kristján. Þannig að þessum orðum sögðum þá er ekkert annað að gera heldur en að slíta fundi. Þakka ykkur fyrir góðan fund og óska ykkur góðar heimferðar. Takk fyrir.